Þetta er verkefni 21 í D-hlutanum, 21 hlaupár. Ég ætla að raða heimildunum í stafrófsröð. Þetta er liður 19. Setjist heimildirnar í blokk og ég fer á Home-flippa, smelli hér á A til Z, haka hér við og No Header Row. Það er engin fyrirsagnarlína. Og þá koma heimildirnar í réttri röð. Síðan ætla ég að fara á síðu 2 og kalla fram efnisyfirlitið. Þá smelli ég hér, fer í References, Table of Contents, ekki velja tilbúið útlit frá Microsoft, farið í Custom Table of Contents og við ætlum að velja útlitið Format og við viljum hafa blaðsíðunúmer sýnilega á efnisyfirlitinu og OK. Síðan ætla ég að breyta inndrætti frá vinstri í 0,8 í stílnum G og C2 eða þrep 2 í efnisyfirlitið. Þannig ég smelli hér og fer í Home-flippa, finn hérna á stælslistanum tók 2, örina niður hér og Modify. Ég fer hér í Format og Paragraf og vel hérna 0,8 og OK og OK. Og síðan ætla ég að uppfæra efnisyfirlitið, slökkva hérna á þessu. Þá er ég stödd hérna, ýta á hægri mús, segi Update Field og Update Entire Table. Ég get líka ýtt á F9 á lyklaborðinu eða Fn og F9 ef þau eru á fartölvu. Og ég ætla að kalla fram yfirlitið við myndir. Þá fer ég í References, Insert Table of Figures, þarf að velja hérna mynd og ég þarf að velja útlit, þarf að gera í þessari röð og tek hakið af Show Page Number. Sama hér, nema ég ætla að kalla fram yfirlitið við töflur, Insert Table of Figures, kemur hérna tafla og formal, ég tek hakið af hér og OK. Þá er verkefni búið og það er ágætt að skoða í prentskoðun. Ég ætla að vista hérna snöggvast, ég ætla að loka þessu hér og ég ætla að fara hérna í File og Print og þá sé ég hérna forsíðuna, efnisyfirlitið og næstu síðu, það með fyrirsagnarlína hér í haus á fyrirsögn 1 og það er blaðsíðunúmer. Það lítur svona út og ég ætla að vista.